Ekki þýða. Góðan daginn og velkomin á þennan morgunverðarfund hjá Ná Máttum. Við erum vona Ef þú búin að vera að loka á allt. Við erum aðeins að prófa okkur áfram inn í tækninni. En bara velkomin á þennan morgunverðarfund við þessar óvenjulegar aðstæður. Ég veit ekki meir. En allan á Ná Máttum er vettvangur fræðslu og forvarnamála og að baki stendur starfshópur ýmissa félagasamtaka og stofnana. Venjan er að halda um það byrja 67 fundi á árinu en vegna ástandsins og heimsfaraldursins þá verðum við bara náð að halda einn betri.
Já, á ég ekki bara að byrja, er það ekki eina vitið? Finnst þið bara prófa hvort að það virki. Þú ert online. Já, halló, góðan daginn, það er eitthvað vandamál hérna, höfuðstöðum embættis landlæknis Katrínartúni. Þannig að við ætlum að prófa að skipta tölvu hérna. Góðan daginn og þá býð ykkur bara hjartanlega velkomin á þennan náum áttum fund og hann Rafn ætlaði að byrja á því að kynna fyrsta erindi og ég tek það þá bara að mér að kynna það. Ég ætla hérna að fjalla félagslega heilsu, einmanaleika og seiglu á tímum COVID. Og ég heiti Dóra Guðrún Guðmundsdóttir, ég er sálfræðingur og sviðsstjóri lýðheilsusviðs hjá embætti landlæknis. Verið hjartanlega velkomin á þennan rafræna morgunfund náum áttum og við bara leggjum þá í hann. Ég ætla að fjalla félagslega heilsu, einmanaleika, líðan í COVID, seiglu og svo að taka þetta saman. Eins og við vitum þá heilsa verið skilgreind sem líkamleg, andleg og félagsleg vellíðan, en ekki einungis það að vera laus við sjúkdóma og örorku. Við erum mjög meðvituð líkamlega heilsu, umfjöllun andlega heilsu hefur aukist mjög á síðustu árum, en það er ekki oft sem við fjöllum félagslega heilsu. Þess vegna ætlum við aðeins að beina sjónum að því núna og nokkuð kannski sem að skiptir svolítið máli á þessum COVID-tímum. Félagsleg heilsa er gríðarlega mikilvæg. Þessi félagslegi þáttur heilsunar er mjög mikilvægur. Félagsleg sambönd, bæði gæði og magn félagstengsla hafa mikil áhrif á heilsu, líðan og jafnvel lífslíkur. Það er mikilvægt að efla tengsl milli fólks í samfélaginu, vinna gegn félagslegri einangrun og skapa aðstæður sem ýta undir samneyti milli íbúanna. Það þarf að horfa sérstaklega til viðkvæmra hópa sem eru í hættu á að einangrast, til dæmis ungt fólk sem er hvorki í skóla né vinnu. Og það er kannski eitthvað sem okkur svolítið umhugað þessa dagana. Og líka fólk sem er jaðarsett í þjóðfélaginu, fólk af erlendum uppruna og eldra fólk. Já, og af hverju eru félagstengsl svona mikilvæg? Mannfólkið er í eðli sínu félagsverur. Það að tilheyra hóp, það þýðir að við séum líklegri til að lifa af. Einangrun getur verið lífshættuleg og félagsleg staða innan hóps er líka mikilvæg. Það skiptir máli hvort við erum ofarlega í félagsstegunum, þá erum við örugg með stöðu okkar, en það að vera í neðarlega í félagsstegunum, það veldur óöryggi því að það getur valdið einangrun eða útskúfun. Þannig að þessi skortur á tilfinningum að tilheyra getur valdið mikilli vanlíðan og jafnvel heilsubrestum. Og mig langar aðeins að fara með ykkur í þróunarsálfræðina, örstutt. Það er svo oft gott að fá skýringar á því af hverju hlutirnir eru eins og þeir eru, af hverju getum við fundið fyrir svona mikilli líkamlegri vanlíðan við það að vera ein. Og þannig er það bara mikið af þeim vandamáli sem við tengjum í dag við streitu og kvíða má rekja til eðlilegra viðbragða við ógn og hættu. Þessi viðbrögð sem hafa þróast með mannkyninu gegnum árþúsundir, þau eru órjúfanlegur hluti af líkamsstarfsemi okkar. Þannig að eðlileg viðbrögð við ógn og hættu geta haft neikvæðar afleiðingar og það að vera stöðugt undir álagi og vera stöðugt í einhverju svona fight or flight móti, það er slæmt fyrir heilsuna. En við hugsum aðeins það að þegar að bara við
höfum það er bara við höfum þróast þannig að þegar við stöndum frammi fyrir ógn þá slær hjarta hraðar til að undirbúa okkur fyrir yfirvofandi átök. Sjóndeildarhringurinn okkar þrengist og við verðum svona ofur meðvituð hættuna sem steðjar að. Því það eykur líkurnar á því að okkur takist að bregðast við á farsælan hátt og bjarga lífi okkar. Og þetta átti sérstaklega við forfeður okkar þarna á sléttunni. Á ekki alltaf jafn vel og veiki við í þeim aðstæðum sem við erum að takast á við í dag. En þessi lífeðlislegu viðbrögð eru þarna og við þurfum að þekkja það og þess vegna í rauninni það að við getum verið að upplifa svona verið í þessu flight or fight móti, þessu streitumikla líkamsástandi til þess að geta brugðist við ógninni sem að í rauninni allt önnur heldur en var þarna fyrir forfeður okkar. Þannig að það getur verið gott að skilja þetta, skilja af hverju við upplifum vanlíðan þegar við okkur skortir félagsleg tengsl. Og þá líka bara spurningin, hvað einmanaleiki? Einmanaleiki með þessi tilfinning sem við finnum fyrir þegar við upplifum skort á félagstengslum og getur þess vegna, eins og skýrðu út hérna þess áðan, kalla fram líkamleg viðbrögð. Við getum verið í miklu streitu ástandi ef við upplifum þennan skort á félagstengslum. En svo eins og svo gerir í laginu skemmtilega að það munur á að vera einn og vera einmana. Það má ekki endilega gera ráð fyrir að allir sem eru einir séu einmana því félagsstörf okkar misjöfn. Sumir una sælir í eigin félagsskap án þess að finna til einmanaleika, en fólk getur líka verið einmana þrátt fyrir að vera í reglulegu samneyti við aðra ef það saknar nánari og dýpri tengsla við aðra manneskju. Það sem skiptir mestu máli hvort persónubundinu þörf okkar fyrir félagsleg samskipti og tengsl sé fullnægt. Og það líka mikilvægt að hugsa að það mjög eðlilegt að finna fyrir einmanaleika og öðru hvoru. Þetta eðlileg tilfinning og við finnum öll einhvern tímann fyrir einmanaleika. En það langvarandi einmanaleiki sem getur haft skaðleg áhrif og sérstaklega með við erum í langvarandi þessu streitumikla líkamlega ástandi. Það eru alls konar aðstæður sem geta rofið félagsleg bönd, breytingar í tengslum við skóla, vinnu eða búsetu og það kannski eitthvað sem við þurfum að hugsa svolítið á þessum tímum. Það eru klárlega breytingar í tengslum við skóla og vinnu núna á þessum COVID-tímum. Nú, svo líka þegar að vina eða ástarsambönd taka enda, maka missir, börn fara heiman og þá mikilvægt að leita leiða til að byggja upp ný tengsl. Mér langar aðeins að deila með ykkur svona helstu niðurstöðum sem að við erum með varðandi líðan í COVID. Við höfum haldið kynningafund og gáum út talnabrunn og svona niðurstöðum okkur á vöktun hjá embætti landlæknis á líðan í COVID og þar komu ljós að ýmsar mælingar og heilsu og líðan Íslendinga voru jákvæðar á meðan fyrsta bylgja COVID gekk yfir í mars og apríl. Bæði karlar og konur mátu líkamlega og andlega heilsu sína betri þá en á öðrum tímabilum. Færri karlar upplifðu mikla streitu en streita kvenna hefur aukist. Sá hins vegar fleiri konur náðu að sofa nóg á þessu tímabili en svo snerist þetta við í júlí og ágúst. Þá voru færri konur sem sváfu nóg en fleiri karlar. Svo eru mun fleiri karlar en konur sem greina frá ölvunardrykkju almennt en hlutfallið lækka hjá báðum í mars og apríl. Það sem var kannski mest sláandi var niðurstöður einmanaleika. Kom kannski svolítið óvart að það voru fæstir sem upplifðu einmanaleika akkúrat meðan að fyrsta bylgja COVID gekk yfir. En svo jókst það mjög mikið eftir og þess vegna erum við líka við erum að sjá það hefur kannski líka dregið úr einmanaleika núna í þessu en við þurfum að virkilega huga að þessu núna þegar jólin eru framundan, svipað kannski svo þegar sumarið var framundan okkur núna seinasta sumar eftir maí og það sem að við kemur kannski líka sérstaklega óvart hvað einmanaleikinn mismunandi hjá mismunandi hópum, bæði mismunandi milli karla og kvenna og eftir aldri. Við ætlum aðeins að sýna ykkur niðurstöður af því. Hér sjáum við einmanaleika eftir kyni bara núna þetta árið, rauðusúlnur og konur og bláu karlar, að það svolítið sláandi að það alltaf töluvert hærra hlutfall kvenna sem að finnur fyrir einmanaleika heldur en karlar. Við sjáum þetta í mars og apríl, þá
er það með í lægsta og líka þarna í júní, en það hækkar þarna strax í maí og er hærra í júlí og ágúst. Þannig að þessi munur, að það er í rauninni bara í svona mars og júní sem þetta er svipað milli kynin, en annars er töluverður kynjamunur. Það sem að er kannski ennþá meira sláandi að sjá hérna munin á milli aldursflokkum, og þetta eru 18-34 er bláa súlan, 35-54 rauða súlan og 55 ára eldri græna súlan. Og við erum að sjá hvað þessi ungi aldursflokkur, yngsti aldursflokkur, sker sig mikið úr. Og við fyrst vorum að skoða einmanleika, héldu þetta væri mest hjá elsta aldurshópnum, það er ekki. Svo komu vísbendingunum að þetta var langmest meðal ungra karlmanna, en það sem við erum að sjá núna að ungar konur er alveg upplifa jafn mikinn einmanleika eins og ungir karlar. Og þetta er virkilega umhugsunarvert á þessum tímum núna, þegar unga fólkið okkar hefur takmörkuð tækifæri til að sækja sérstaklega framhaldsskólana. Þannig að við þurfum að huga sérstaklega að þessum þáttum. Hvað er til ráða? Það er mjög einstaklingsbundið. Hvað ráð dugar best til að auka félagslega virkni og draga úr einmanleika? Sem bent á það eru ólíkar aðstæður fyrir því af hverju við upplifum einmanleika. Það getur verið skortur á tækifærum til að hitta fólk. Það getur líka verið skortur á félagsfærni og svo getur það verið slæm andlega líkamlega heilsa. Maður fara aðeins í seigluhugtakið, því að það er seiglan eða resiliensi, þrautseigjan, sem er þetta ferli við að aðlagast vel andspænis mótlæti, áföllum, harmleik, ógn eða sérstaklega streitumiklum aðstæðum. Og í rauninni getum við ályktað út frá þessum niðurstöðum sem við höfum úr vöktunin okkar að langflestir eru þarna að sýna mikla seiglu. Það eru langflestir virðast vera að ná að aðlagast vel andspænis þessu mótlæti sem við erum að ganga í gegnum og sem takmörkunum sem að COVID-19 fylgir. Og við höfum líka heyrt að fyrstu niðurstöðum með framhaldsskóla að þar eru ekki heldur neinar sláandi neikvæðar niðurstöður. Ungmenni eru að sofa meira, þau upplifa minna ofbeldi og einelti, þau eru minna kvíðin en finna kannski fyrir meiri depurð og svona almenn veljiðan hefur farið aðeins niður á við. En í heildina litið þá eru flestir að sýna mikla seiglu. Og mikilvægt að hugsa að seigla er ekki einhver eiginleiki sem fólk annarkvort hefur eða hefur ekki. Þetta seigla samanstendur af verndandi þáttum sem næri yfir hugarfar og hegðun sem hægt er að læra. Og seigla er líka þessi verndandi þættir, seiglunar getum við séð á ólíkum stígum. Það eru verndandi þættir hjá einstaklingnum sjálfum, svo er það í hans nærumhverfi hjá fjölskyldu og vinum og svo líka í samfélaginu. Verndandi þættir hjá einstaklingnum eru til dæmis bjartsýni og sumir eru eðlisfari bjartsýnni heldur en svartsýnni, en allir geta lært líka að auka bjartsýni sína. Kímnigáfa, að nota styrkleika sína, hafa trú á eigin getu, að maður geti gert eitthvað í sínum aðstæðum, gróskuhugarfar, hugsa út fyrir boxi, vera tilbúin í áskorunina, regluleg hreyfing, jákvæð sjálfsmynd, tilfinninga hugrekki, að hafa hugrekki til þess að hafa erfiðar tilfinningar, að finna fyrir leiða, að finna fyrir vanlíðan án þess að það setji líf okkar algjörlega úr skorðum, heldur við getum fundið fyrir og tekist á. Það er alltaf í lagi að upplifa einmanaleika einhver tíma, það er alltaf í lagi að finna fyrir leiða, það er alltaf í lagi að finna fyrir smá kvíða ef það setur einmitt ekki líf okkar úr skorðum. Og svo er það félagslegu stuðningurinn að þessi svona félagsfærni að geta leitað og styrt svona félagslegan stuðning og félagstengsl. Og svo er það kannski í svona nærum hverfinu og þá sérstaklega fjölskyldu, svona verndandi þættirinn fjölskyldunar snúa auðvitað nánum tengslum innan fjölskyldunar við foreldra og maka, systkini. Þetta eru bara niðurstöður rannsókn sýna að þessi verndandi þættirinn fjölskyldunar, gott uppeldi, gott hjónaband, viðunandi efnahagur, ekki fjárhagserfiðleikar, foreldrar sem eru þátttakendur í menntun barnanna, menntaðir foreldrar og fjölskyldulífi föstum skorðum virðist vera verndandi þættir þegar að börn takast á mótlæti. Og ef einhver af þessum þáttum er ekki staðar, þá er hægt að kannski vinna þau upp á öðrum sviðum. Nú svo eru líka verndandi þættir í samfélaginu. Rannsóknir sýna það að vera í góðum skóla
og hafa jákvætt skólaumhverfi mjög verndandi þáttur í samfélaginu. Og við erum kannski að sjá það einmitt svo sterkt núna hversu mikilvægur skólinn og hversu mikilvægt það að allir hafi aðgang að menntun og hafa aðgang að skóla. Svo það líka auðvitað fyrir eldri að hafa góða vinnu, taka virkan þátt í félagslífi í skóla, í samfélaginu, búa í góðu og öruggu samfélagi þar sem fólk tekur á vandamálum sem upp koma og hafa gott aðgengi að góðri neyðarþjónustu, heilsugæslu og sálfræði og félagsþjónustu. Hafa gott aðgengi að stuðningi. Við höfum stundum talað heilsu í alla stefnumótun, það sé mikilvægt að huga að heilsu og að við hugsum aðeins félagslega þáttinn. Hvernig viljum við sjá félagslega heilsu í allri stefnumótun? Stefnur og aðgerðir mótar á ýmsum sviðum, borgar- og bæjarskipulag, samgöngur, skólahald, frístundastarf og svo framvegis. Og þær þurfa að miða að því að efla tengsl milli fólks í samfélaginu, gera það auðvelt fyrir fólk að hafa að vera í samskiptum við aðra, vinna gegn félagslegri einangrun og skapa aðstæður sem ýta undir félagslegt samneyti. Ef við skoðum aðeins þessa félagslegu heilsu og seglu á tímum COVID, það var mikilvægt að horfa sér til þessa félagslega þátta við skipuleg aðgerða í tengslum með COVID-19. Og við heyrum það að það verið að huga að þessum þáttum. Huga þarf að þess félagslegu heilbrigði barna og fullorðna þegar takmarka þarf samneyti einhverju leyti og hér þurfa allir að taka saman höndum. Skólar, frístundastarf, félagsþjónusta, vinnustæðar og heilbrigðisstofnanir. Það ekkert að bíða bara eftir því að einhver einn bara að bera ábyrgð á þessu, við þurfum öll að gera þetta saman. Og hver og einn þarf að huga að því hvert framlag þeirra getur verið til að vernda félagstengsl sína skjólstæðinga og starfsmanna á tímum COVID-19. Það mikilvægt að við hikum ekki við að leita hjálpar. Ef að okkur skortir sjálfstraust eða færni í samskiptum, ef við finnum ekki orku eða heilsu til að fara út úr húsi, upplifum kvíða í kringum annað fólk, að þá mikilvægt að byrja því að leita lausna við vandanum og það hægt að leita til heilsugæslunnar sem getur hjálpað til við að finna aðstoð við hæfi. Það alltaf hægt að hringja í 1717, það hægt að fara í netspjall á heilsuvera.is og það heilmiklar upplýsingar líka á covid.is. Þannig ég hvet ykkur til þess að leiðbeina þeim sem þurfa á stuðningi að halda og líka að leita stuðning sjálf ef þið þurfa að halda, því að það mikilvægt að við setjum líka alltaf súrefnisskrimuna fyrst og okkur sjálf, það forsenda til þess að við getum hjálpað öðrum. En ef við tökum þetta aðeins saman að þá félagsleg tengsl forsenda fyrir heilsu og velíðan og svo hópur á Íslandi sem mest einmana yngsti aldursflokkur, það unga fólkið. Og við þurfum að hafa það mjög vel í huga. Það bara algjört forgangsatriði að halda skólum opnum, tryggja atvinnu og gott aðgengi að þjónustu og stuðningi. Og það forgangsatriði að halda öllum skólum opnum, leikgrunn og framhaldsskólum. Fengjum miklu umræðu það og börn eru börn til 18 ára aldurs og þetta mikilvæg mótunartímabil sem mikilvægt fyrir þau að hafa aðgang að skólaumhverfum sínum. Á þessum COVID-tímum mikilvægt líka að huga að seglu öllum þessum stigum, hjá einstaklingum, hjá okkur sjálfum, í nærsamfélaginu og í stærra samfélaginu. Og það mikilvægt að huga líka því að segla samfélagið byggist á því að það sé einhver sem grípur okkur þegar okkar bakland getur það ekki. Og hafa það í huga, við erum líka þetta bakland, við í samfélaginu. Við erum öll almannavarnir hefur sagt og eins og vinur okkar Víðir segir, við getum þetta saman. Mig langar að deila með ykkur að lokum heilræði á tímum kórónuveiru, því að eins og ég minntist á, ef við hlúum ekki á okkur sjálfum, þá erum við ófærum að hjálpa öðrum. Þannig að við verðum að gefa okkur tími að hlúa vel á okkur sjálfum okkar nánustu, vera þakklátt fyrir það sem við höfum, borða hollan og góðan mat daglega, hreyfa okkur rösklega á hverjum degi, stuðla betri svefni með góðum svefnvenjum, forðast að nota áfengi eða tóbak sem bjargráð, sýna samfélagslega ábyrgð og fylgja fyrirmælum, halda áfram að læra og koma hlutum í verk, gefum af okkur, sýnum góðvild og samkennd og njótum augnabliksins hér og nú. Það allra seinasta ef að þið náðu ekki að muna þessi 10 atriði þá eru 5 leiðir að velja líka mjög góðar leiðir og bjargráð. Mynda tengsl, taka eftir, hreyfum okkur, höldum áfram að læra og gefum af okkur. Takk kærlega fyrir. Nú þurfum við bara aðeins að sjá hvernig tæknimónu virkar. Já, ég held að við sem komin inn þá kannski núna.
Nú ef ekki þá held ég myndi bara kynna næsta fyrirlestra sem hún Sigurveig Þórhallsdóttir sem ætlar að vera með erindi frásagnir barna af COVID-19. Hún lögfræðingur hjá umboðsmanni barna. Gjörðu svo vel. Við ætlum að rækta að Hæ, takk fyrir þetta Dóra. Eins og hún Dóra tók fram og þá heiti ég Sigurveig Þórhallsdóttir og lögfræðingur hjá umboðsmanni barna og ég ætla nú að reyna að deila skjánum með ykkur. Já, komið sæl. Í mars óskaði umboðsmaður barna eftir frásögnum barna og ungmenna af því hvernig það að vera barn á tímum kórónuveirunnar og hvernig faraldurinn hafði haft áhrif á daglegt líf þeirra. Bréf var sent til allra grunnskóla auk þess sem auglýst var eftir frásögnum á samfélagsmiðlum. Það voru ekki gerðar sérstakar kröfur form frásagna, heldur voru börn hvött til þess að nota þá aðferð sem hentaði þeim best. 116 svör bárust frá börnum og skólum víðs vegar að landinu og þetta voru börn á breiðu aldursbili, allt frá yngstu bekkjum grunnskóla og til elstu bekkinga. Mest barst af skriflegum frásögnum, en einnig voru sendar inn margar skemmtilega myndir, dagbókafærslur, ljóð og það voru nokkuð sent af myndskeiðum með frásögnum, viðtölum og leiknaefni. Það var mjög skemmtilegt. Það líklegt að beiðnin frásagnir hafi ekki náð til allra hópa barna í samfélaginu og eru svörin að einhverju leyti háð áhuga tiltekinna skóla eða þá kennara. Og þetta því það er ekki þversnið að ræða eða úrtaksrannsókn. En eftir sem áður að þá bregða frásagnirnar upp mikilvægri mynd að hugarheimi barna á þessum tíma. Annað sem mikilvægt að hafa í huga er að þessum frásögnum var safnað á tímabilinu frá mars og fram til loka skólaársins 2020. Og þær taka því ekki til annarar og þriðju bylgju faraldursins sem við erum nú vonandi farin að sjá fyrir endan á núna. Og ég mun fara yfir samantekt af þeim svörum sem bárust frá börnum, en efninu skipt upp í 5 flokka og það sem endurspegla þau málefni sem að börn lögðu hvað mesta áherslu á. Fyrst fjallað almennt líf barna á tímum kórónuveirunnar, því næst skólann, tómstundir, fjölskyldu og vini og loks sóttvarnaaðgerðir. Mörg börn greindu frá því að lífið væri skrítið og sumir upplifðu að allur heimurinn væri öðruvísi. Algengt var að börn tækju fram að þeim hafi liðið vel á þessum tíma, sem rímar svolítið við það sem kom fram hérna áðan hjá henni Dóru, með að rannsóknir hafi sýnt að líðan Íslendinga hafi almennt verið jákvæð á meðan á fyrstu bylgjunni og mikilvægt að hafa í huga að hér erum við að tala það tímabil. Þau töluðu að það hafi verið minna stress á morgnana og í nokkrum frásögnum kom fram að börn hafi náð að sofa meira en vanalega. Talsverð áhersla var lögð á mikilvægi þess að eiga góða fjölskyldu og vini
Börnin ræddu ekki aðeins neikvæð áhrif kórónuveirunnar, heldur sáu mörg þeirra jákvæðar hliðar á þeim breytingum sem höfðu orðið vegna faraldursins. Samverustundir fjölskyldunar væru fleiri og þá hefðu þau lært mikið á þessum tíma. Til dæmis hvað vinátta skiptir miklu máli, hvað það er mikilvægt að gera gott úr hlutunum, hugsa jákvætt og finna sér eitthvað að gera. Þó almennt hafi komið fram að börnunum hafi liðið vel, voru einnig börn sem greindu frá því að þeim hafi liðið illa á þessum tíma. Þau hafi átt erfitt með allar þær breytingar sem urðu á samfélaginu og óttuðust að nákomnir ættingjar myndu smitast. Börn voru meðvituð að margir hefðu smitast af veirunni og einnig að ástandið væri sérstaklega erfitt í ákveðnum löndum og margir hefðu dáið vegna kórónuveirunnar í heiminum. Ég er með hérna á glærunum nokkra beinar tilvitnanir í frásagnir sem ég ætla nú ekkert að lesa, þeir bara skoðið þetta. Það var það næst skólinn og það kemur ekki á óvart að það var talsvert fjallað þær breytingar sem voru gerðar á skólahaldi. Fram kom að skólinn væri mun styttri en vanalega en heimanámið hafi hins vegar aukist til muna. Börnunum fannst skrítið að þurfa að sitja ein og að fá ekki fara í frístund. Mörgum leið eins og þau væru í sumarfríi og tóku fram að það hafi verið notalegt að geta sofið lengur og verið í náttfötunum að læra. Skiptar skoðanir komu fram fjarkennslu og fannst mörgum erfitt að læra heima og meðan aðrir voru ánægðir með hvernig hefði tekist til og tóku fram að verkefnin hafi verið fjölbreytt. Nokkur börn töluðu að þau hafi ekki getað fengið hjálp við heimanámið, meðal annars þar sem að foreldrar þeirra hafi verið mikið á fundum. Þá hafi einnig verið erfitt að læra heima út af öllum þeim truflunum sem þar væru. Bæði hafi verið læti og einnig hafi verið erfitt að hafa internetið, YouTube og tölvuleiki við hendina og að kennarinn hafi ekki getað fylgst með hvað nemendur væru að gera. Þá söknuðu börn þess að geta ekki lært með vinum sínum. Mörg börn nefndu að þau hafi þurft að spritta hendur í hvert skipti sem þau komu í skólastofuna. En í flestum skólum var nemendum skipt upp í hópa og var reynt að koma í veg fyrir samskipti þeirra á milli og þetta fannst mörgum börnum mjög erfitt og það var mikið talað um þetta. Og þeim fannst það sérstaklega erfitt ef að bestu vinir þeirra voru kannski í öðrum hópa en þau sjálf. Og það var mjög áberandi að það var mikið tilhlökkun eftir því að skólinn myndi hefjast aftur með hefðbundnu sniði 4. maí. Það var mikið rætt málefni sem tengjast fjölskyldunni og vinum. Í frásögnum barnanna var áberandi að þau söknuðu þess að geta leikið við alla vini sína eins og venjulega. Það hafi hjálpað að geta átt samskipti í gegnum forrit eins og FaceTime, en það kæmi samt ekki í stað þess að hittast í persónu og þá væri leiðilegt að geta ekki faðmast. Þau börn sem gátu hitt vini sína voru ánægð með það. Þau hafi bakað, spilað, farið í göngutúr og út að hjóla saman. Það var algengt að börn tækju fram að samverustundir fjölskyldunar hafi verið fleiri sem væri jákvætt og þau hafi orðið nánari foreldrum sínum. Þá tóku nokkur börn fram að þau voru þakklát fyrir að eiga góða fjölskyldu. En það hefði samt verið skrítið að vera svona mikið með þeim heima. Þá kom fram að foreldrar hafi verið óvenju mikið á fundum en aðrir foreldrar hafi unnið minna en venjulega.
Börn sem áttu systkini voru þakklátt fyrir það að hafa eitthvað að leika sér við heima. En mörgum fannst mjög erfitt að geta ekki heimsótt afa sinn og ömmu og hlökkuðu mikið til þess. En að fara svolítið hratt í gegnum þessar tilvitnanir. Íþróttaæfingar lágu að mestu niðri á þessum tíma og þeim tíma sem að samkomutakmarkanir stóðu yfir og mörg börn nefndu að íþróttirnar hefðu tekið hvað mestum breytingum. Þau börn sem eru að æfa fótbolta voru ánægð með að boðið hafi verið upp á heimaæfingar. Æfingarnar hafi verið fjölbreyttar, bæði tækniæfingar og þrek- og styrktaræfingar. Sum börn tóku fram að þau hafi farið oftar út að ganga eða út að hlaupa og þá fannst nokkrum þetta kærkomin hvíld, þar sem að vanalega gefist ekki tími fyrir annað en að mæta í skólann og æfingar. Önnur börn töluðu að þau hafi misst þolið niður og stundum liðið illa. Einnig að það hafi verið andlega erfitt að komast ekki á æfingar og að hreyfa sig lítið og þeim hafi liðið mun betur þegar þau fóru reglulega á íþróttaæfingar. Og þá fundu sum börn fyrir andleysi og að þau fengu sig ekki til þess að fara að hreyfa sig. Börn voru ánægð með að boðið hafi verið upp á fjölbreytta kennslu í gegnum fjarfundabúnað og þá var sérstaklega talað tónlistarnám og skákkennslu. Þá varst mörgum leiðinlegt að geta ekki farið í sund og þá hafi allar gönguleiðir verið fjölfarnar af fólki sem ekki gat farið í líkamsræktarstöðvar því þær voru lokaðar. Talsvert var það að börn hafi verið mikið inni og notað tímann til að spila tölvuleiki. Það var mikið rætt sóttvarnaaðgerðir og mikið fjallað hreinlæti og sérstaklega hvað það þurfi oft að spritta hendur. Og það var einnig mikið talað 2 metra reglun og hvernig hún virki. Ekki hafi mátt snerta neitt í verslunum og fjölskyldur hafi takmarkað ferðir í verslanir. Og þá hafi fólk passað að halda 2 metra fjarlægð frá næsta manni og hósta ekki. Flest börn voru augljóslega meðvituð sóttvarnaaðgerðir og þær sóttvarnaaðgerðir sem gripið hafi verið til og skildu að þessar aðgerðir ættu að draga úr smithættu. Þá var einnig fjallað það að ákveðnir hópar væru í mikilli áhættu og þá þyrfti að passa sérstaklega vel. Börnin voru ekki almennt hrædd að fá veiruna sjálf og tóku fram að það væri líklegra að eldra fólk yrði meira veikt. En þess vegna höfðu þeir líka miklar áhyggjur af eldri ættingjum og ömmum sínum og öfum. Almennt voru börnin ánægð með viðbrögð íslenskra stjórnvalda og þá samstöðu sem hefði myndast í samfélaginu og þau voru einnig ánægð með heilbrigðiskerfið. Mörg börnanna þekktu eitthvað sem hafði þurft að fara í sóttkví eða hafði smitast eða verið í einangrun og þau höfðu talsverðar áhyggjur af því að einhver nákominn þeim myndi smitast og fannst mikilvægt að fjölskyldan passi sig sérstaklega vel. Rætt var það að foreldrar hafi margir hverjir verið strangir og var það hreinlæti og að fara væri eftir reglum stjórnvalda. Það hafi verið pirrandi en samt jákvætt. Og það kom einnig fram gagnrýni á sóttvarnaaðgerðir.
sneri sú gagnrýni fyrst og fremst að því að aðgerðir ættu ekki að taka til barna þar sem ólíklegt væri að þau smitist sjálf og smiti aðra og þá væri brotið gegn réttindum þeirra með því að hefja skólahald ekki fyrr en 4. maí. Einnig að samkomu takmarkanir ættu aðeins að taka til þeirra sem væru 17 ára eða eldri og þá að það væri búið að hræða foreldra sem hefði síðan hrætt börnin sín og börn væru farin að segja foreldrum sínum ósatt það hvert þau væru að fara og hverja þau væru að hitta til þess að geta átt samskipti við vini sína. Og hér sjáum við þessar skemmtilegu myndir af kórónuveirunni. En þessar frásagnir þær sýna hversu umfangsmikil áhrif kórónuveiran og sóttvarnaraðgerðir, þá einkum takmarkanir á skólahaldi og tómstundastarfi hafa á líf barna. Og það mikilvægt eins og ég kom að hérna í upphafi að þetta tekur til þessar fyrstu bylgju frásagnirnar. En svör barnanna þau endurspegla fjölbreytileg sjónarhorn þeirra og hversu meðvituð þau eru samfélag sitt. En athygli vekur hve mörg barnanna ræða minna álag á heimilinu, tækifæri til að sofa lengur en venjulega þegar hægðist í samfélaginu. Það mikilvægt að ná fram sjónarmiðum barna og taka tillit til þeirra þegar ákvarðanir eru teknar ráðstafanir sem tengjast COVID-19 og það jafnframt mikilvægt að börn skilji hvað sé að gerast og upplifi að þau eigi aðkomu að ákvörðunum sem eru teknar vegna faraldursins. Þá eiga börn einnig að fá tækifæri til þess að vera þátttakendur í samfélagslegri umræðu og það þarf að búa til aðstæður sem að styðja þau eða tjá sig. Að lokum þá langar mig að fá að sýna ykkur hérna myndband. Þetta verkefni var unnið í samstarfi við Krakkarúv og þetta innslag sem ég ætla að sýna ykkur. Þess að birtist í Krakkafréttum. Ég vona að heyra allir og prófum þetta bara, þeir látum mig vita ef ekkert heyrist. Við heyrum ekki hljóðið. Nú, ok. Ég veit eiginlega ekki hvað ég get gert til að fá hljóðið. Það líklega að þú ert búin að stilla zoomið á hljóðutæki, hljóð og mikrofónum hjá þér. Ok. Í tölvunni, þannig að... Er eitthvað leið fyrir maður að laga það svona 1-10 eða... Þú verður að fara úr screenshare, ískresi aftur, haka það svo við, þannig að haka við sér við sound. Ég ætla að prófa þetta. Við ætlum líka að prófa mikrofónin okkar í leiðinni. Hann virkar núna, Rafn. Það er gott, þá tökum við yfir hérna í höfuðstofunum. Já. Ég ætla að prófa þetta einu sinna enn núna hvort að þetta gerst. Sem ég geri ekki lengur. Heyrið þið þetta hljóð? Já, virkar, flott. Heyrið, þá ætla ég að byrja hérna aftur. Það sem þetta var. Í vor upplifðu Íslendingar óvenjulega tíma. Krakkar voru frá skóla í langan tíma,
gátu ekki sótt æfingar og þurftu að húka mikið heima. Umboðsmaður barna kallaði eftir frásögnum barna í vor og þau sögðu frá því hvernig þeim leið og þeim breytingum sem kórónufaraldurinn hafði á daglegt líf. Kíkjum á smá brot. Það má fara í göngutúr eða hjólitúr. Það er gott og vont að koma með sér. Vonda það smitast svo margir af henni. Og góða að það minni mengun. Hlakka þig til að geta hitt vini þína í innistofunni? Já. Kom til Íslands og verið alveg að fara að eiga afmæli. Ég gat ekki haldið afmæli því að mamma þurfti fyrir sóttkví. Það er alls konar sem ég geri ekki lengur. En svo ég fer ekki það mikið í skólan lengur. Það er alls konar bara. Ákveðið hefur verið að Heyrðu, þá þetta komið frá mér og ég þakka fyrir. Linda næst með erindi. Ég veit ekki hvort að Rafna ætlar að kynna hana inn. Ég þakka fyrir mig. Góðan daginn aftur hérna megin. Það vona við séum orðin tengd eftir núna og allt virki hjá okkur. Við bjóðum Sigurveig Þórisdóttur frá Barnaheill velkomna. Gjörðu svo vel. Já, komið þið sæl. Linda Hrönn Þórisdóttir heiti ég og ég verkefnastjóri og leiðtogi innlendra verkefna hjá Barnaheillum Save the Children á Íslandi. Það sem ég ætla að gera hér með ykkur í dag að segja ykkur frá því hvað við hjá Barnaheillum gerðum til þess að koma móts við börn á þessum veiru tímum. Og áherslan hjá mér verður fyrst og fremst út frá vináttuverkefnin okkar sem er forvarnaverkefni gegn einelti. Og verkefnið ætlað fyrir börn á aldrinum 0 til 3 ára og 3 til 6 og svo 1. til 4. bekk grunnskóla. Og við höfum haldið áður kynningar vináttuefni hjá okkur en það sem ég ætla að gera með ykkur hér í dag að segja frá því hvernig við brugðumst við á þessum tíma og því að við vorum öll að upplifa það á þessu fyrstu bylgju faraldursins að orðið fordæmalausi tímar var eitthvað nýtt hugtak hjá okkur öllum. Við vorum öll að ganga í gegnum þetta í fyrsta skipti og þetta var auðvitað mikil óvissa fyrir okkur fullorðnu fólki en ekki síður fyrir börnin og áherslan hjá okkur var þá að reyna að bregðast við því hvernig við gætum raun og veru hlúð sem best að líðan barna. Og ég ætla sem sagt að segja ykkur aðeins frá því hvað það sem við gerðum til að koma þessu af stað. Þarna sjáum við mynd af bangsanum Blæ sem táknmynd vináttu. Þetta málsvari barnanna og börnin sem að vinna með vináttu í sínu skólum þekkja mjög vel til Blævar. Og eins og við vitum þá var skólastarf mjög skert þarna í fyrstu bylgjunni síðasta vetur og þetta olli mjög miklum breytingum á daglegu lífi barna og við sáum öll sem erum að vinna með börn að það var gríðarlega mikilvægt að hlúa sérstaklega andlegri líðan þeirra á þessum óvissu tímum. Og okkar leið hjá Barnaheillum í tengslum við vináttuverkefnið var að hvetja foreldra sérstaklega, kennara og alla aðra þá sem að vinna með börnum að nota einhvers konar jákvæða nálgun í samskipti við börnum og við börnin til þess að reyna eins og hægt væri að halda þeirra daglega lífi í sem föstustu skorðum. Við vorum líka við erum nefnilega reglulega með námskeið í tengslu við vináttu, við erum búin að færa þau yfir í fjarfundabúnað en við nýttum okkur, vináttu með sérstaklega like-síðu á Facebook og þar inni settum við upp hugmyndir að því hvernig hægt væri að vinna sérstaklega með börn í tengslu við þessa hugmyndafræði. Og áður en ég segi ykkur meira frá því, þá ætla ég að fara bara svona mjög hratt í gegnum út á hvað vinátta gengur.
fyrir þá sem að þekkja ef til vill ekki til efnisins. En vinátta forvarnaverkefni eins og sagði ykkur áðan. Þetta kemur frá Danmörku og byggir á rannsóknum og reglulega tekið út og uppfært. Hérna sjáum við hvernig útbreiðslan hefur verið á námsefninu og þessari hugmyndafræði. Það notast efnið á Íslandi, í Danmörku, Eistlandi, Færeyjum, Grænlandi og Rúmeníu. Hér á Íslandi hefur útbreiðslan orðið mjög mikil. Það eru 60% leikskóla og 25% grunnskóla að notast við námsefni nú þegar, sem er sambarlegt við hvernig útbreiðslan til dæmis í Danmörku, þar sem að notast hefur verið efni frá 2007, en við höfum verið að notast við það frá 2014 hér á landi. Og hérna bara til þess að gefa eitthvað svona yfirlit yfir hvað rannsóknir hafa leitt í ljós. Það hefur haft mikið áhrif á börnin, þetta hefur gert foreldra meðvitaðri og líka aukið og opnað sýn kennara á mikilvægi þess að vinna með samskipti í skólanum. Og bara áfram og hérna bara svona rétt aðeins hugmyndafræðina. Það rannsóknarstofnun í Danmörku, Expus, sem að rannsakaði mikið samskipti á meðal barna og hugmyndafræðin byggist á rannsóknum þaðan. Og þá raunur gengur þetta út á að skoða alltaf hvernig samskiptin í hópnum, menninguna í hópnum, ekki líta á einelti sem einstaklingsbundið atferli og fyrirbæri, heldur þetta menningin, samskiptin og hvernig félagslegi þátturinn í samskiptum á meðal barna. Leggjum mikla áherslu að allir komi út með reisn, við erum ekki að leita sökudólgum og fórnarlömbum, því að ef við ætlum bara alltaf að vera að slökkva elda með einhverju slökkvitæki, þá færum við alltaf bara vandann úr stað. Við erum ekki að ráðast að niðurlögum eldsins, ef svo má segja. Þess vegna þurfum við alltaf að skoða hópinn sem heild og hérna því að börnin geta farið mismunandi hlutverk í mismunandi aðstæðum. En svo það fyrst og fremst auðvitað ábyrgð okkar fullorðnu sem vinnum með börnunum, sem að skiptir öllu máli. Það eru við sem sköpum aðstæðurnar sem að börnin eru í. En til þess að fara aðeins inn í það sem ég ætla að fjalla svona meginefnið sem ég ætla að fjalla með ykkur í dag. Það hvernig við brugðumst við þessum aðstæðum okkar í vor. Og ég nefndi áðan að við erum með sérstaka like-síðu á Facebook þar sem við höfum hvatt alla sem að vinna með vináttu, annað fagfólk, foreldra og allum sem eru þetta bara umhugað góð samskipti barna á milli að læka við þessa síðu sem að maður finnur bara með því að setja leitarorðið vinátta inn og þar höfum við almennt séð verið að setja ýmsan fróðleik og sagt frá því sem framundan hjá okkur, en á þessum tíma settum við sérstaklega margar færslur varðandi það hvernig við gætum hvatt foreldra sérstaklega til þess að koma á móts við börnin og hlúa að þeirra líðan á þessum tíma. Flest af þessu efni fengum við frá systursamtökunum okkar í Danmörku. Efni heitir nefnilega á frumálinu Free for Mobberi og þau eru með legsíðu og margt af því tókum við þaðan og sem að sjálfsögðu rímar við þessa hugmyndafræði sem við erum að vinna með. Og ég ætla að segja ykkur fyrsta lagi, þá byrjuðum við á að leggja áherslu á þessi gildi vináttu sem að þið eru 4. Sem að raunir flettast inn í allt annað efni vináttu, en þau eru umburðarlyndi, virðing, umhyggja og hugrekki. Og við tókum hvert gildi fyrir sig og út frá því hvernig foreldrar gætu nýtt þau í samtali og samskipti við börnin sín. Og þá það fyrsta lagi umburðarlyndi, þetta tala vel aðra. Þetta núverandi ástand hefur áhrif á okkur öll og bara eðlilega bregðumst við á mismunandi vegu. Við skiljum ekki alltaf hvað leggur til grundvallar hjá öðrum. Við höfum aldrei upplifað þessa tíma áður og þess vegna væri svo mikilvægt að hugsa það sem við sem foreldrar og fullorðnir segjum upphátt fyrir framan börnin og minna þau á að við erum auðvitað fyrirmyndin og börnin læra af því sem við segjum og gerum. Í öðru lagi það hugtakið og gildið virðing og í þessu samhengi þegar allt í einu var lögð þessi mikla áhersla að þó okkur hendur og spritt okkur og þetta var að sjálfsögðu eitthvað ferli sem við þurftum að tileinka okkur eins og allt annað
og þarna voru foreldrar hvattir til þess að tala við börnin að þvo hendurnar bæði fyrir okkur sjálf og alla aðra sem eru í kringum okkur, þannig værum við að sýna virðingu fyrir öllum öðrum í samfélaginu. Í þriðja lagi var það umhyggjan og þarna vorum við sjálfsögðu að hvetja til þess að sýna öllum öðrum umhyggju og sem að við lögðum þetta áherslu á að vera gríðarlega mikilvægt akkurat á þessum tímum. Og það væri mjög mikilvægt fyrir foreldra í fyrsta lagi að tala umhyggju og tala veiruna og þannig að þau geri sig grein fyrir, þau heyra kannski eitthvað hugtak, þau átta sig á þessum umræðum sem eiga sér stað í hópi fullorðinna, vita ekki raun og veru endilega hvað þetta allt snýst, þannig að með því að ræða hlutina bara á sjálfsögðu á þann máta og á þeirrum forsendum sem að þeim hentar, þá væru við raun og veru kannski að minnka þetta óöryggi hjá þeim. Lögðum áherslu að vera mikilvægt fyrir foreldra, vera þarna til staðar, hjálpa öðrum sem að þyrftu á stuðningi að halda og hvetja börnin til þess að sýna öðrum umhyggju á fjölbreyttan máta og því að þarna allt í einu eins og Sigurveig kom þetta vel inn á áðan, þarna eru margir sem saknaðist til þess að geta ekki hitt fjölskyldumeðlimi og þarna eru þetta hvetja til þess að fara aðra leiðir til þess að geta verið í samskiptum við sína nánustu. Og svo er það fjórða og síðasta gildið sem við lögðum áherslu á og það er hugrekki og það er raun og veru svo áhersla sem við lögðum á þarna að hvetja foreldra til þess að tala við börnin sín hugrekki og það getur, þessar aðstæður kröfðust þetta mikils af okkur, breyttar aðstæður og fólk fór að vinna meira heima, breyting á skólahaldi í leik- og grunnskólum og þannig að þetta hugtak var að koma mjög sterkt inn á þessu leyti. Það voru ýmsar skoðanir í samfélaginu á sóttvarnareglum og sem að við finnum alveg enn þann dag í dag, en það er bara þetta líka að setja sér mörk og standa vörð sjálfan sem skiptir svo gríðarlega miklu máli líka. Síðan tókum við fyrir nokkra þætti sem eru raun og veru hluti af námsefni vináttu og meðal þeirra er nuddið sem að skipar stóran sess í námsefni vináttu og á sama tíma og vorum að hvetja fólk til þess að eiga í takmörkuðum líkamlegum samskiptum og snertingu við aðra. Þá er þetta bara gríðarlega mikilvægt fyrir börnin að upplifa snertingu og nánd með sínu nánustu og við settum dæmi svona nuddsögu, það eru hluti af efninu eru svona nuddsögur með leiðbeiningum og við settum meðal annars eina nuddsögu inn á vefinn og inn á síðuna sem að foreldrar gátu þá mögulega nýtt sér með börnunum sína. Og svo eru það samræðuspjöld sem er svona grunnur í námsefninu hjá okkur og þetta eru ákveðnar aðstæður sem geta komið upp í lífi barna dagsdaglega og við bentum á inn á dönsku vefsíðunni Frifamoberi, þar eru myndir sem að börnin geta litað sjálf eða eru prentuð út og sem að eru einmitt lýsandi fyrir ýmsar aðstæður og þetta töldum við vera mjög gott tækifæri fyrir foreldra að ræða samskipti við börnin sín. Og ég held að við gerum aldrei of mikið af því í ljósi þess hvað við erum alltaf meðvitaðir mikilvægri góðra samskipta í barnahópi. Og áfram höldum við gáfum hugmyndir af nokkrum leikjum sem að efla samvinnu, sem að við hvöttum foreldra og börn til þess að fara í saman og þetta er einmitt svona samvinnuleikir og hvöttum að sjálfsögðu í leiðinni foreldra til þess að sleppa fram af sér beislinu og því að foreldrar höfðu ekkert síður gott að því heldur en börn að geta aðeins gleymt stað og rými og bara notið þess að leika. Ég held að við gerum aldrei of mikið að því. Við ræddum sérstaklega tilfinningar og við erum búin að fá mjög góða yfirferð bæði hjá Dóru og Sigurveigu varðandi líðan barna á þessum COVID-tímum og erum meðvituð það að það eru þetta ýmsar tilfinningar sem hafa togast hjá okkur á þessum tímum. En við gáum út svona tilfinningaspjald og sem er bara svona lýsandi fyrir nokkrar tilfinningar
og meginstefið eru auðvitað að alla tilfinningar eiga rétt á sér. Og bara til þess að sjá þetta kannski í betri fókus en þetta voru sem sagt 6 ráð sem við gáfum hvað foreldrar gætu mögulega gert til þess að tala tilfinningar við börnin sín. Og þá það í fyrsta lagi að þekkja og koma til móts við tilfinningar barna. Leyfa þeim að upplifa og tjá tilfinningar sínar og gefa þeim til kynna að alla tilfinningar eigi rétt á sér. Og það bara, við höfum rétt á því að sýna hvernig okkur líður og bara einmitt að ræða það. Og auðvitað þurfum við svo auðvitað sem foreldrar og aðrir fagmenn að kenna börnunum að finna þá réttan farveg fyrir þessar tilfinningar. Í öðru lagi var það að gera greinarmun á tilfinningum og viðbrögðum. Þarna komum við aftur inn á mynd alla tilfinningar eiga rétt á sér en læra einmitt hvernig við getum brugðist við þeim á réttan máta. Þannig að öllum líði vel með það. Og svo í þriðja lagi hjálpaði barninu að skilja hvers vegna því líði eins og því líði. Og bara einmitt að við þurfum oft að passa okkur líka á því að vera ekki að draga ályktanir og snemma varðandi líðan barnanna. Spyrja einmitt frekar, við þurfum ekki alltaf að vera að finna lausnina strax. Stundum þau bara einfaldlega að segja okkur frá, en þá höfum við alltaf þennan möguleika að spyrja til dæmis hvað gerðist. Ég sé að þið líður illa, ég sé að þú ert í uppnámi. Hvers vegna líður þið svona? Þannig að það sé alltaf hægt að greina og komast svolítið að kjarnanum og þá þetta eins og við vitum sem að höfum unnið með börnum það sem skiptir svo miklu máli. Í fjórða lagi talað hvernig öðrum kann að líða og það auðvitað eftir aldri barnanna þá eiga þau sjálfsögðu auðvelt með að setja sig í spor annarra en þetta bara eins og segja eitt af mörgum leiðum sem að foreldrar hafa möguleika að fara og líta alltaf á það sem tækifæri ef að börnin eru að sýna mismunandi tilfinningar. Það felast alltaf í því tækifæri að ræða tilfinningar við börnin. Í fimmta lagi var að hjálpa við barninu að bregðast við á réttan máta. Þannig að því líði líka vel og bara einmitt að finna þessu góðan farveg. Og svo í sjötta lagi það þetta að vera góð fyrirmynd sem að svona meginatriði í öllu. Og það var erfitt fyrir mörg okkar að gera það þegar við vissum raunar ekkert hvað næsti dagur myndi bera í skauti sér, hvernig þessi veira myndi þróast og hversu lengi þetta myndi standa yfir. Enginn hafði upplifað þetta áður, en samt gríðarlega mikilvægt til þess að hlúa að líðan barna sem allra best. Eins og svo margir aðrir í samfélaginu þá hvöttum við til bangsaleitar. Og Blær bangsi að sjálfsögðu tók þátt í því og fjölmargir leikskólar allavega og ég veit ekki með grunnskóla stiltu böngsunum upp í gluggana í leikskólanum þannig að börnin hefðu tök á að sjá bangsana sína sem margir hverjir voru í sóttkví á meðan á þessu stóð. Þannig að það svona enn ein jákvæða nálgunin. Tónlistin skipar stóran sess í vináttu og við gáfum hugmyndir að hvernig væri hægt að nota hluta tónlistinni. Tónlistin öll aðgengileg inn á Spotify en við gáfum svona hugmyndir hvernig væri hægt að nýta tónlistina með hreyfingu, vinna með innihald textana sem að eru einmitt koma að þessari hugmyndafræði einn eða annan máta. Og svo var svona samstæðuspil sem að við útbjöggum sem að var þá í svona formi sniðmáti sem fólk gat hlaðið niður og prentað út en svo vorum við líka að hvetja foreldra til þess að jafnvel að búa til bara sínar eigin myndir, jafnvel bara með hugtökum, tilfinningum, jafnvel eitthvað sem að þau voru að upplifa dagsdaglega börnin í þessum breytta heimi sem að við vorum að gangi í gegnum og erum ennþá að. Og svo síðast en ekki síst, þá það handþvotturinn sem að börnin hafa nú og allavega á þeim 20 árum sem ég var að vinna í leikskóla þá mjög rútínerað hvernig börnin eru að þvo sér hendur fyrir mat þegar koma úr útiveru, þau eru búin á klósettinu og fleira. En þarna var stigið skrefinu lengra til að hvetja til handþvotts og sá sem höfundar af flestallri tónlist vináttu, Hannes Böglund, hann var ekki lengi að bregðast við á þessum tímum
og samdi lag handþvott þegar Blær að þvo sér hendur og við á Íslandi vorum nú ekki lengi að bregðast við því og settum fram íslenska útgáfu á þessu og ég ætla að reyna að spila það bara beint inn í míkrafóninn af því annars þarf ég að fara út og inn aftur en ég ætla að athuga hvort þetta gangi ekki. Vinur þvoðu þínar hendur, þrífðu burtu skítarendur, vatn og sápu notar vel, þú vinur sýnir þínar þér. Hendur þínar þvoðu, nudda, 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 milli fingra líka, nudda, 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 inn í lófum og fingur góma með, þuma fingur hreinsa skaltu vel, handabökin skrúbba og skoða sápu burt. Vinur þvoðu þínar hendur, þrífðu burtu skítarendur, vatn og sápu notar vel, þú vinur sýnir þínar þér. Já, það ætla greinilega að spilast aftur. En annars þakka ég bara kærlega fyrir mig í dag og gangi ykkur vel áfram og bara vonast til að við höldum öll áfram að hafa hagsmuni barna að leiðarljósi í öllum okkar ákvörðunum. Takk fyrir mig. Við þakkum bara kærlega fyrir það og vona við séum komin aftur inn í lúppuna hérna hjá embætti landlæknis. Hér byrjum við næstu til hnökralaust en okkur tókst að rúlla þessum erindum hérna áfram með vant og gott fólk og ég ætla bara að þakka ykkur kærlega fyrir erindin, mjög áhugaverð og upplýsandi erindi og það er greinilegt að okkur bíða flókin úrlausnarefni. Við höfum smá tíma fyrir umræðu og fyrirspurnir og þið þarna úti sem eruð að fylgjast með. Ég þakka ykkur fyrir áhugann, það er yfir 100 manns að fylgjast með. Þið geti sett inn spurningar til fyrirlesara og skráðar þá inn á chatboxið inn á YouTube-rásinni. En auk fyrirlesara er líka Sigurður frá Heimili og skóla, þannig að við erum með fjóra góða uppi sem að geta þá svara nokkrum fyrirspurnum ef áhugi er fyrir því. En mér langar svona kannski áður en við lokum þessu og að draga þetta svolítið saman og það er greinilegt að áhrif á börn og ungmenni hafa verið gríðarleg og það er mikilvægt að skilaboðin sem við sendum út séu skýr og eins skýr eins og hægt er. En svona áður en við lokum þá langar mig að spyrja kannski fyrirlesarana svona hvað höfum við lært á þessu og hvers megum við búast við kannski til lengri tíma áhrifa og er eitthvað sem við getum gert betur. Ef við kannski bara tökum rétta röð og byrjum kannski bara á Dóru Guðrúnu og svo Sigurði og Sigurði og endum svo Lindu. Já, takk fyrir þetta Rafn. Ég held að það sé í rauninni mikilvægt líka að klappa okkur svolítið á bakið og bara sjá það að við erum að gera margt vel og það eru allir að leggja sig fram að gera sitt besta og börnin líka að það er heilmikil segla í þjóðinni og meiri hlutin er að takast á þetta á uppbyggilegan hátt. Það er virkilega mikilvægt en við náttúrulega vitum líka að þau eru búin að vera undir álagi og þetta er álag og það er líka mikilvægt að við kennum það og eins og við sáum svolítið þarna eftir fyrstu bylgjuna þá komu mælingar svolítið vel út og þá reyndar fullorðna fólkið vel út svona akkúrat meðan við vorum að takast á í fyrstu bylgju COVID en svo bara mánuðina strax og eftir þá virtist eins og að vera erfiðar og það er kannski það sem við þurfum að huga svolítið vel að núna eftir þessa aðra og þriðju bylgju sem hefur tekið aftur og við finnum meira fyrir þessari farsóttar þreytu og þetta er erfiðara þegar þetta svona verður langvarandi að við þurfum virkilega að huga vel að jólunum og
hvernig það verður. Það svona tímabil þar sem við förum oft líka að bera okkur saman, það kannski svipað eins og í sumar, að við erum svolítið öll í sama báti núna þegar við erum í þessum takmarkunum, en svo förum við út aftur og þá erum við kannski búin að vanda okkur svo mikið og nota svo miklu orku í að takast á við þetta á svona uppbyggilegan hátt, að það getur verið að við eigum kannski lítið eftir. Þannig að ég held að það sé mikilvægt að huga því sem gert vel, huga að því að þetta getur verið erfiðar en aðeins núna og ekki gleyma því að við erum samt öllum þessum verðandi þáttum sem við höfum í okkar samfélagi og hversu mikilvægt við erum að sjá það, hversu mikilvægt það að við höfum skólan að opna, við höfum tækifæri til þess að hittast innan svona öruggs ramma. Og ég held að það sé bara sérstaklega umhugað framhaldsskólana að þeir sem hafa verið svo mikið frá, við hugum að því að við þurfum að læra það að börn eru börn til 18 ára og þau hafa kannski orðið meira fyrir barðuna á þessum takmörkunum heldur en ýmsir aðrir hópar. Þannig að, og svo bara verðum við að halda áfram að fylgjast með, halda áfram þessu samtali, tala við hvort annað og bara hugsa með þetta, við erum öll almannavarnir, það er engin einn sem úti sem getur fixað þetta eða bjargað hlutunum, við þurfum að byrja okkur sjálfum, huga því sem við höfum og byggja upp samfélag sem grípur þá sem ekki hafa þessu bjargráð sem þarf til að komast í gegnum þetta. Því að þá held ég líka ef við gerum það, ef við grípum þá sem þurfa á því að halda, hlúum vel að okkur og þá getum við líka komið bara ennþá sterkar út úr þessu og ná svona, eins og stundum kalla áfalla þroska, við bara lærum eitthvað dýrmætt í þessu ferli. Takk að svona. Takk fyrir það bara, mjög áhugavert. Sigurveig? Já, ég verð að segja þetta var nú alveg frábært svar hjá henni Dóru. Mér varst hún bara að svara þessu öllu. En kannski ef ég svona aðeins að bæta við nokkrum atriðum að þá er mikilvægt að það sé haft samráð við börn og það verið haldið áfram að gera það þegar það er verið að taka ákvarðanir eins og til dæmis varðandi skólamálin, takmarkanir á skólahaldi og útfærslur af því og við séum meðvituð að ná fram sjónarmiðum barna og að fylgst sé með líðan þeirra og það séu þá úrræði í boði fyrir þá sem eru að eiga við mikinn kvíða og einmanaleika og önnur svona andlega erfiðleika eða veikindi. Já, ég held ég hafi ekkert meira við það bæta sem kom fram hjá Dóru. Nei, takk fyrir það. Ég held að sé mjög mikilvægt að vera ekkert eins og við segjum ekkert okkur án okkar. Við séum ekki mikið verið að fjalla börn á þess að hafa samtal og samráð við þau. Og þá að sama skapi ekki vera að gera, við þurfum að vera tilbúin með úrræðin. Það er náttúrulega mjög mikilvægt. Það er ekki nóg svo bara að þau fyrir ekki að grípa fram. Gerðu vel. Já, ég ætla að segja að þau finna að þau hafi aðkomu að þessum ráðstöfunum sem eru mörg hver mjög íþyngjandi eins og innan skólans fyrir þau og þau upplifa að þau geti haft áhrif á þær og hafi aðkomu og skilji hvað sé að gerast og því líkt. Við finnum það bara sjálfa í eigin skinni hvað við viljum sjálf hafa með málefni sem snúa okkur sjálfum að segja, þannig að það er áherslu við börn. Takk fyrir þetta, Linda. Já, það er mjög gott þeir þættir sem eru komnir fram bæði hjá Dóru og Sigurveigu, kannski bara aðeins að bæta við að sjálfsögðu þurfi að vera vakandi fyrir því þegar börn eru að upplifa vanlíðan þegar þau leita til okkar og við þurfum auðvitað þá líka verið búin að skapa þannig umhverfi að þau leiti til okkar, þau finni fyrir trausti hvort sem að við erum fagfólk, við erum sem kennarar þá leiðbeinendur og fleiri eða sem foreldrar að börnin finna að þau geti leita til okkar að sé það traust sem er ríkjandi, þannig við getum brugðist við. En aðalatriðið er að við reynum að koma í veg fyrir og séum með forvarnanálgunina á þessu, að við séum að reyna að byggja upp góða líðan þeirra miðað við þessar aðstæður og það á ekki síður við
myndi ég telja núna frekar enn í fyrstu bylgjunni þegar maður finnur þessa farsóttaþreytu, úthald fólks oft minna, það meira áberandi umræðinu og óánægja, það virðist ekki allir vera eins sammála þær aðgerðir sem við erum að grípa til, þannig að það enn meiri ástæða til þess að hafa þetta í huga núna. Glæsilegt. Góð lokaorð, þurfum að gera okkur grein fyrir því hvað áhrif þetta getur haft á börn okkar, kannski skortur á samstöðu og ágreiningu fullorðinna hefur það með gríðarlega áhrif á upplifun barna. Það ekki mikið spurningar og eiginlega bara engin, þannig að ég ætla kannski bara að loka þessu en setja upp frá heimili og skóla hvert getur það börn leitað, kannski enda bara á þessu og ég ætla að þakka ykkur öllum kærlega fyrir þátttökuna. Það verið mjög áhugaverð og upplýsandi erindi. Þakka fyrir alla þá sem fylgdust, eða takk til allra þeirra sem fylgdust með. Og ég ætla bara að vona að þessu ljúki fljótlega og við getum farið að snúa okkur að svona eðlilegra samfélagi og við getum þá hist. Við erum bara dettur en einn spurning hérna. Já, hún snýr kannski að börnum, foreldra nýnema í framhaldsskólum. Hvað geta þeir gert til þess að halda þeim við efnið þegar börnin þurfa að sjá lærdóminn sinn heima? Höfum við einhver möguleg viðbrögð við því? Foreldrar nýnema í framhaldsskólum. Ég alveg til að taka orðið, svo kannski einhver vill bæta við. Mín upplifun bara sem móðir líka en þetta líka sem fagaðili og ég á dóttur sem reyndar á öðru ári í framhaldsskóla og ég get sagt fyrir mína parta að mín dóttir, hún upplifði raun og veru ákveðin létti núna í haust þegar hún var ekki bæði í fjarnámi og staðnámi, henni fannst það raun og veru orðið of mikið álag og auðvitað eru allir að upplifa mjög mikla vanlíðan því að ef einhvern tímann þurfa félagslega þættinum þá það þegar þau eru unglingar, þau þurfa svo mikið á hverju öðru að halda og sérstaklega þegar þau eru nýnemar, bæði það að þegar þau útskrifuðust í vor og grunnskóla þá var það með óhefðbundnum hætti og svo líka þau innritast af hausti. En það var númer 1, 2 og 3 myndi ég segja að vera til staðar fyrir börnin, setjast niður með þeim, hjálpa þeim að skapa ákveðna rútínu, jafnvel að búa til eitthvað svona stundaskrá með þeim þannig að því að sumir tímar, það mismikið hvað mikið fjartímar og það bara misjafnt eftir fyrirkomulaginu í hverjum framhaldsskóla fyrir sig en fyrst og fremst að sé eitthvað rútína í þeirra lífi og við séum til staðar sem foreldrar með þeim að séum tilbúin að styðja þau varðandi félagslega þáttinn og líðan þeirra. Já, Eva, mjög góði punktar og ég heldur bara að við erum búin að hafa sérstakar áhyggjur af nýnemónum, einmitt eins og bendur á þessu sérstöku aðstæður og ekki kannski haft tækifæri til þess að móta sig og mynda sín félagstengsl í skólanum. Þannig ég held að við erum að halda því áfram og sýna þeim skilning. Ég held að það sé bara svo mikilvægt að þau finni að við sýnum því skilning sem samfélag, bæði sem foreldrar og sem samfélag, að þau eru að ganga í gegnum eitthvað erfitt og við köllum eftir því líka bara að skólayfirvöldin og kennararnir sýni þeim skilning. Við séum mjög mikið allir að leggja sig fram og að það sé einhver meiri sveigjanleiki. Þetta engar eðlilegar aðstæður. Þau finni fyrir því að ef þau leggja sig öll fram að það kannski erfiðara í þessum aðstæðum að þá sé líka, við erum að mæta ykkur og maður heyrir þegar framhaldsskólarnir eru að skoða, hvað getum við gert að það séu, það kannski þær reglur sem eru til staðar það hvort þú þurfur að ná svona miklum einingum í áfangakerfum að það kannski eigi ekki við núna í ár og upptökupróf og alls konar, það við þurfum öll að hugsa í lausnum, hvað getum við gert, hvað getum við gert til þess að gera þetta aðeins einfaldur og það þýðir ekki það að við séum að gefa eftir einhverjum kröfum og þau fái minna nám. Þau eru að læra alveg rosalega mikið í þrautseig að takast á við þetta, eitthvað sem þau fá engar einingar fyrir. Og bara að við
ég held að það sé svo mikilvægt fyrir það að þið finnið það, bæði frá okkur foreldrunum, ég á líka barn á fyrsta ári framhaldsskóla, að við sýnum þessu skilning, að við hjálpum þeim að búa þeim til þennan ramma og maður sér það að mikilvægt eins og í skólanum þar sem að mitt barn að það sé líka samtal foreldra og skólayfirvalda, það sé boðið upp á svona netfundi, að við séum að deila með okkur, þú veist bara við erum að reyna okkar besta og allir finna það, skólinn að reyna sitt besta og nemandinn að reyna að gera sitt besta, að sýna okkur mildi og skilning og stuðning. Ég held að bara það sem við þurfum að halda, en og bara vera svo meðvituð að þetta engar venjulegar aðstæður. Glæsilegt, takk fyrir það. Og mér langar kannski fyrirgefa því að það var viðtal þarna við menntaskólanema í fréttunum núna fyrir í haust og mér fannst svo frábært hvað þau voru lausnamiðið og hugsuðu einmitt svo mikið í bara alls konar lausnum og svo kemur fréttamaðurinn í fullorðnum, en hvað erfitt? Og þá kom eiginlega kannski ekki neitt og svo kom aftur, þú veist bara, já, en hvað erfiðast? Og það, já, kennararnir segja að við séum að missa einhverju, sko, við erum að passa okkur líka, við setjum ekki áhyggjur okkar fullorðna yfir á börnin, því að þeirra aðlögunarhæfni og þrautseigja svo mikil og við þurfum að styðja það og passa að smita þau ekki með okkar áhyggjum. Bara takk. Frábært, ég held að við höfum þetta bara sem lokaorð fyrir höndna á máttum, þá ætla ég bara að þakka ykkur kærlega fyrir þáttökuna, sérstaklega fyrirlesaranum og öllum þeim sem fylgdust með. Og það ekki ólíklegt að þessu verði fylgt eftir á næsta eða þarnæsta fundi. Við reynum að fylgja COVID og börnum og ungmennum og líðan aðeins eftir á næsta eða næstu fundum og bara hlakka til að sjá okkur sem fyrst aftur. Takk kærlega fyrir okkur. Takk sömuleiðis, takk fyrir mig og takk til hinna. Já, takk sömuleiðis, takk. Takk fyrir, gangi ykkur vel. Takk og gangi ykkur vel.